Góðan daginn, ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Nýr dagur, nýtt uppaf, segir einhver. Og það er nú bara þannig að þetta er raun og veru nýtt uppaf og eins og alltaf áður sem ég ræð algjörlega hvernig spilast úr. Ég tek ákvarðanir, ég er manneskjan sem að ræð ferð hér. Ég þarf að spila úr þessu samkvæmt þeirri visku sem að ég hef og mér er gefið. Og ég hef lært það að það er kannski betra að leyfa honum sem er mér æðri að hafa þar svo litla hönd í bagga. Og hann heitir Jesús. Og það er Jesús sem við erum að boða hér. Það er Jesús sem við viljum tala hér. Þegar Jesús er hann sem ætti að ríkja og ráða. Og þar sem hann ríkir og ræður, þar eru líka allir hlutir í lagi, í góðum höndum, því að þeir eru strangt til tekið í hans höndum. Og þá getur ekkert annað gerst nema hlutir fari vel, því hann veit hvað hann syngur. Hann veit hvað hann hefur í hendi, hvað hann getur, og það er náttúrulega magnað að hann getur allt. Hver af okkur getur sagst geta allt? Eða hver af okkur getur allt? Við getum náttúrulega sagt hvað sem við viljum, en hver af okkur getur allt? Nú réttir enginn upp hendi því að allir vita að þeir geta ekki allt og þeir geta bara sumt. En trúin segir við mig, Konráð, þú hefur aðgang á honum sem getur allt og svo kemur alltaf sama spurning og hvað viltu? Og það er nú eitt af því sem að trúin hefur kennt manni. Það er að vilja það sem að drottinn vill. Er það gerlegt? Hann er í þér. Það er gerlegt, já. Þannig við sjáum að við þurfum að trúa að halda til að geta yfir höfuð farið þennan veg sem heitir vegu Krist, vegu drottins. Þú ferð hann á engu nema trú. Ef þú vilt ekki ganga hann í trú, að þá ert þú, minn kæri vinur, ekkert að ganga veg drottins. Þú verður að ganga í trú því að vegu drottins er trú. Hann er byggður á trú. Með öðrum orðum, að hver sem leitar drottins þarf að trúa því að hann sé til. Þetta segir nú orðið sjálf. Þannig við sjáum að trúin í allri vegferðinni er algjört lykilatriði, allar hringinn. Þannig við sjáum að við sem að gefum okkur út fyrir það að tala drottins orð, hljótum að hafa trúna í hjarta mannsins mjög hátt skrifaða til að hún í raun og það skiljist með skýrum stöfum að allavega sá sem hér talar trúi því að trúin verði að vera með. Til að við getum farið þennan veg sem heitir vegu drottins. Og það er góður vegur. Það geta allir tekið undir með mér sem að til þekkja og ég er ekkert svo eini sem þekki veg drottins. Það eru margir og miklu fleiri heldur ég veit því ekki þekki ég alla menn og konur í heiminum. Þannig að við erum mörg þegar allt kemur til alls sem að erum að tala með þessum hætti eins og hér er talað. Þegar trúin, strangt til tekið, og trúin, hún talar einni röddu. Þannig að hver sem er í raun að draga upp mynd af Jesús, hver sem hann á eftir er. Þetta er það sem að þú þarft að gera. Þú þarft að draga upp mynd af Jesús. Þú þarft að eiga við hann í hjartaðinu og leyfa honum að eiga við þig í hjarta þínu. Og því að þú og Jesús, þurfið að vera samstíga, þurfið umfram allt að vera vinir. Það er náttúrulega byrjunin og öllu hinu. Þessin er drottinn endalaust að kenna sínu fólki leksíuna sig. Er þetta ekki merkilegt? En þetta er það sem orðið segir. Og þetta er það sem orðið vil kenna og vera undir og að sitt fólk sé undir þessu afli.
En það gerir það ekki nema að taki ákvörðun í hverju nýjum degi að fylgja Jesú. Og þetta er val sem enginn tekur nema ég, sem enginn tekur nema viðkomandi einstaklingur. Því að trúin er einstaklingsmiðuð. Ef það eru tveir eða hópur saman í sinni trú, þá er þetta hópur trúaðra einstaklinga og þetta er rosalega mikilvægt að þessi hugsun komist upp, sem sagt ég og allir hinir kristnu mennirnir og konurnar. Við erum öll eitt og sérhvert að horfa augum okkar upp til Drottins. Og hann er stór og hann í raun og veru að sinna öllum þessum einstaklingum. Þú veist hvernig hann hefur sinnt þér. Þú veist hve mikla næmni hann hefur fyrir þér. Horfðu í kringu þig, horfðu á hópinn. Hann býður sömu næmni við allt þetta fólk. Einn og sami Guð. En allur hópurinn, hann mænir til eins Jesús. Og við sjáum að þarna er Jesús orðin sameiningatákn okkar allra. Þetta er trúin. Þetta er það sem trúin vill að við gerum. Þetta er það sem að trúin er. Og þetta er raunveruleiki manna. Sumir sjá þennan raunveruleika, aðrir þverskallast við honum og sumir snúa beinlínis baki í hann. Þó einhver snúi baki í einhvað, þá er ekki þar með sagt að það sé ekki þar. Ef hann fengist þess að snúa sér við, þá blasir við nákvæmlega sama og snerist frá. Trúin fer ekki neitt. Þannig við sjáum hver það er sem þarf að haldast í lagi, að það er einstaklingurinn. Því hann tekur ákvörðunum að snúa sér að trúnni eða frá trúnni. Það gerir það enginn nema einstaklingurinn. Sem sagt ég geri það eða ég geri það ekki. Þess vegna erum við líka að gera það sem við erum að gera. Við erum að hvetja okkur sjálf og aðra með okkur, aðra trúaða með okkur, það geti því, til þess að við séum með augun á Jesús. Þegar allir, hver einasta manneskja gæti tekið þá ákvörðun að snúa sig frá honum, fara í aðrar áttir. En það náttúrulega segjum við þetta trúað fólk væri mesta ósvinna. Því að slíkt myndum er ekki gera, það er í raun og veru sama og hafa mist vitið. Og hver vil láta herma upp á sig að hafa mist vitið? Ekki svo að skilja að maður hafi tölu á þeim sem gera þetta, því ekki veit maður hug allara og fæstara reyndar. En samt eru líkur á því að einhverjir taki upp þá ósvinnu að segja skilið við Drottinn. Ég held að þeir hafi í raun og veru strangt til tekið ef þeir ganga svo langt að yfirgefa Krist, þeir hafi engar skýringar á því fyrir sjálfum sér. Því að skýring á einhverju, eins og til að mynda það að velja að fara frá Drottni eftir að hafa þekkt hann kannski lengi, hún er ekki til. Aftur öndvert við það hvað mönnum finnst og hvað þeir gera. Við vitum að maður breytir ekki alltaf rétt. Stundum breytir maður mjög ranglega. Og þetta er allt saman vitað í ranni Drottins og þess vegna líka er hann alltaf að dæla út kennslu með hvatningu í sem að segir haltu áfram að horfa til mín. Haltu áfram að trúa á mig. Þetta er orð Drottins sem hafa ómað og hljómað í gegnum alla söguna. Alveg frá því að þú fæddist og fórst svona að vita af þér, þá fórst að heyra þetta nafn, þú fórst að heyra kirkjuna, þú fórst að heyra alls konar í kringum kirkju. Og hvort sem kirkjan var fyrir þér eitthvað nafn sem var áhugavert eða ekki, þá ómaði hún og hljómaði allt í kringu þig. Eitt af þessu voru biblíusögurnar í skólanum. Við tengdu þær alveg hiklaust við nafnið Jesús.
annað er síðan hvort við værum þeim megin sjálf, sem kannski fæst af okkur vorum á mínum aldri, þegar við vorum á stað skólaskyldunar. En svo uxum við úr grasi og lífið fór að taka á móti okkur og lífið fór að kenna okkur alls konar og við að taka ákvarðanir fram og tilbaka og sumar rangar. Og svo allt í henni stóðu við andspænis lifandi Jesú og allt í henni er hann orðin bara partur af okkur og við segjum og stöndum við það og meinum að víst er til lifandi Guð. Þannig við sjáum að Drottinn er allt í öllu. Hann tekur menn til sín þegar hann vill það sjálfur. En eftir að hann er búinn að taka til sín menn og konur, vill hann að hann fá að nota krafta þeirra. Ekki bara í dag og á morgun, heldur svo lengi sem viðkomandi lifir. Frá því að viðkomandi tekur við og þangað til hann kveður þessa jörð, veit enginn að Guð hver langur tíminn er. En þessi tími frá frelsunardegi til dagsins sem þú kveður getur verið áratugir, margir áratugir. Fer eftir því hvað þú var skamallega gömul þegar að þessari stóru stund kom að þú frelsaðist, eins og við segjum, þetta kristna fólk. Frelsuðustum frá hverju? Þetta er svona gömul tugga og gömul spurning, þú frelsaðist þetta frá syndinni. Var ég þá syndu manneskja? Ef þú trúir orðum Guðs, já, þá varstu syndu manneskja. Í hverju lág þó syndin, spyr ég við kannski. Syndin lág í því að við fylgdum ekki Jesú. Þú gast verið góð manneskja, hlýðin og góður drengur og stúlka og allt það, en þú fylgdir ekki Jesú. Þú fylgdir ekki honum sem Guð gaf á jörðina til þess að verða tákn fyrir lífið. Við vitum að Kristur var grafinn. Við vitum líka að Kristur reis upp frá dauðum. Hann er táknmynd til lífið. Það er syndin sem að kemur í veg fyrir það að við sjáum þetta. Syndin, með öðrum orðum, þarf að víkja. Ég get ekki vikið inni frá þér, en Drottinn getur það. Og hann gerir það og þá blasir Kristur við þér eins og hann er og þú segir, víst er til lifandi Guð. Eftir það ertu orðin sannfærður þetta. Svo byrja gangan og hún er bara eins og hún er. Og þar ert þú að taka ákvörðun á hverjum einasta degi hvað þú vilt gera. Og þetta verður aldrei frá þér tekið. Við vöknum inn í þennan dag og við tókum ákvörðun það í dag að fylgja Jesú. Flest okkar. En þetta er samt það sem við verðum að velja. Það eru valkostir og þeir eru út allt og þeir eru alltaf. Og við erum alltaf að velja. En að því við erum þekkjum orðið Drottinn það vel, þá vil ég nú trúa því að við veljum ofta það betra. Að við notum áfram viskuna sem Drottinn er að gefa okkur. Því hún er alltaf til staðar. En ég þarf að horfa til hennar. Ég þarf að vita af henni og ég má ekki gleyma henni. En vegna þess að við erum fólk með huga sem sogar svo margt inn í sig, sem fyllir sig af alls konar öll og engu, að þá getur verið erfitt fyrir þessa hugsun Guð að vera þarna með. En hún er þarna. En hvað er fyrir henni? Það getur verið margt sem hindrar okkur í að sjá lifandi Guð. Þetta er baráttan. Þetta er þessi andlega barátta sem hver maður á í. Þannig þú sérð að vantrú og áður en að Kristur kemur, það er útilokað að hún sé neitt að velta þessu fyrir sér. Því hún veit ekki hausnisborð á þessu. Og núna getum við aftur farið með sjálfu okkur til þess tíma þar sem við vorum sjálf þetta vantrúaða fólk. Og ég spyr, hversu oft leitir þú hugan að þessu nafni Jesús? Ekki í eitt skipti með neinum alvarleika, en auðvitað kannski pompaða upp, en aldrei með neinum alvarleika. En svo fór alvaran að fæðast fram og einhverja pælingar, svona dýpri pælingar að vakna með þér og með okkur sem að sagði, ég fór svona blína með öðrum hætti á þetta nafn Jesús. Drottinn veit alveg hvað hann syngur. Drottinn veit alveg hvernig hann á að gera þetta.
og hann getur tekið langan tíma að vinna mannin á sitt band eða stilla hann þannig af að heilagur andi bara hoppi í hann. Þetta er mín saga, þannig var það. Allt í einu bara var hann kominn. Aðdragandinn, hann var nokkur ár, það veit ég, en hann var nokkur ár, 4-5 ár. Og svona í okkar vitum þá er það nú svolítið langur tími, en Drottinn er með þetta á þeim hraða sem að hann vill hafa þetta á sjálfur. Hann var 4-5 ár, þessi aðdragandi frá því að ég fór í alvöru að hugsa að Guð væri þarna eitthvað meira heldur en ég skynjaði og skildi, og þangað til ég komst inn í þetta umhverfi, það var nokkuð langur tími, en það eru samt komin yfir 32 ár síðan þetta gerðist, þannig að Guð veit alveg hvað hann er að gera. Hann veit alveg vissi að þessi maður á eftir að vera áratugi í viðbót á þessari jörð. Og núna sit ég hér og ég tel tilbaka og það eru 32 ár, bráðum 33 ár frá því að þetta skeiði. Og ég sé ekki eftir andartaki af þessari vegferð. Hún er sennilega svo lærdómsríkast af öllum lærdómsríkum ferðum sem ég hef farið. Hún er ennþá í gangi. Hér er ég að tala Jesús sem ég kynntist fyrir 33 árum. Það er líklega í október í haust sem að ég er komið með mín 33 ár. Einhvern veginn þá festist þessi dagur kannski ekki alveg upp á dag í minningunni, en þetta var einhvern tímann miðjan október sem að það gerðist. Af hverju festist þetta svona í manni? Að þú lifir ekki stærri stund heldur en þegar líkst upp fyrir þér að það er til Guð. Þú lifir ekki stærri stund heldur en það. Og Drottinn er líka svo góður við þig að hann lætur þetta vera mjög stórt fyrir þig og mér, að því að við þurfum að muna þetta. Gangan er framundan og bleikaskýið er til að byrja með til staðar. En svo dettur það undan löppanum á okkur og raunveruleikinn blasir við í öllu sínu veldi. Og við förum að mæta alls konar sem okkur finnst bara ekkert þægilegt. Og við skiljum ekki af hverju við erum í og segjum með sanni að við höfum ekkert unnið til þess. En það er ekkert alltaf spurt að því hvað ég hef unnið til. Þú lendir bara í þessum aðstofum og hinum. En það læri maður að því maður er að nema fræðin að Drottinn er með allstaðar. Og þetta styður maður við megna þess að maður er raun og veru að horfa á þessa staðrein að Drottinn er alltaf með. Þannig að við sjáum að okkur er ekkert að vanbúnaði. Trúargangan er bara þessi, en ég þarf að blína á Drottinn, horfa til hans, vita honum og umfram allt viðurkenna að hann sé partur af þessu öllu saman. Öllu þessu góða sem ég vil vera í, það er í honum. Og ég þræti ekki við þetta, en stundum er ég að ströggla við þetta rétt eins og þú. Vegna þess að ég eins og þú er bara manneskja. Og manneskja er viðkvæm, og manneskja er þetta og manneskja er hitt. Og manneskja velur, hún hafnar. Ég vel Krist, ég hafna heiminum og ég vil ekkert með hann hafa. En það hefur hann ekkert að gefa. Og þetta er maður alltaf að komast betur og betur að heimurinn hefur ekkert að gefa. Hann á ekki neitt í raun og veru, öndverti Krist og ríki Guð sem á allt. Það er gert sér sniði fyrir mannin. Og maður er inn í þessu guðlega umhverfi. Við sjáum að hann hlýtur því að hafa allt hjá sér að því að heima eða guðlega ríkið er skapað og sniðið fyrir mann. Og ég er maður, þú ert manneskja. Að það getur ekkert vantan eitt þar. Ef einhvað er sérsniði fyrir þig, þá sjáum við líka og vitum að það smell passar á þig. Það er hvergi og þröng, það er hvergi og vítt, það smell passar á þig. Svona er ríki Guðs. Það smell passar á þig og þar er allt sem þú þarft að hafa. Og þetta er mín saga og ég get ekki svara fyrir þig, en ég tel að þetta sé líka þín saga, að því að ég veit ef að þú þekkir Guð, þá mun hann
birtast þér eins og hann hefur birst mér. Eins og vorum að tala um áðan, þá er ég ekki einn í þessu. Við erum mörg og við erum öll með sömu sögu. Við segjum öll sögu af glímu alls konar og við oftar en við höldum kannski Guð sjálfan. En Drottinn nær alltaf að sannfæra okkur. Af því þetta er vinnan hans og verkið hans, það er að sannfæra mig um það að það sem ég valdi og hef valið í Jesú nafni var rétt val. En ég get verið að tókast á við þetta alveg endalaust vegna þess að ég er bara veiklunduð manneskja, alveg eins og þú. Allur minn styrkur, hann býr í Jesú. Hann býr í þessu nafni Jesús. Og þetta er það sem ég og þú við vitum af. Þess vegna hrópum við þetta nafn yfir okkur. Þegar við viljum fá styrkin hans, þegar við þurfum svo ofta á honum að halda. Og hann er til staðar. Hann verður áfram til staðar vegna þess að hann er til. Hann er raunveruleiki, alveg eins og þú ert að horfa á raunverulegan mann og það velkist ekkert fyrir þér. Að svo er. Er það? Er þetta eitthvað í vafa um það að þessi maður sé raunverulegur eða ekki? Það held ég ekki. Svona getum við sannfærst af svo mörgu, svona getum við líka leyft trúnni að sannfæra okkur sig sjálfa, að hún er. Allavega vefst það ekki fyrir mér að trúin er veruleiki. Alveg eins og þessi vatnssopi sem ég er að fá mér er veruleiki, þá er trúin sama fyrir mér. Og það er þetta sem eru sigrarnir hjá okkur. Það er, þegar við komstum að því að það sem er guðlegt er ekki bara guðlegt, heldur er það gott og veruleikin sjálfur. Og við erum að læra meira um það og sannfærast meira um það að þetta sé einhvað sem ég vil vera undir. Þetta er aflið sem ég vil tilheyra. Því þetta er afl, öllum öflum meira. Og það hefur maður séð, það hefur maður komið stað. Að orð Guðs og orð af vörum trúarsmanns klífur fjöll og ekkert minna heldur en það. Þetta er það sem trúin er að boða og bjóða. Og þannig er ekki hort á manneskjur. Þetta er bara hort á trú og trúin býður þetta. Og hver er með hjarta sem á til trú? Hann á til afl leið. Afl sem getur í raun og verið gert hvað sem er. Þess vegna ert þú að hrópa og ég þetta nafn Jesús. Því að þar leynist allt þetta afl sem við þurfum á að halda. Já, í þessum degi. Þannig við lifum hvern dag fyrir sig og það er eitt af því sem að trúin er að boða. Einn dag í einu í raun og veru er trúin að boða og núna erum við upp í degi. Gærdagurinn er farin og við skiluðum honum af sér af okkur í sóma, trúi ég, sem kristnar manneskjur. Og hann þá bara bætist við alla hina góðu dagana, en þessi dagur eru uppi, við þurfum að glíma við hann bara á sínum eigin forsendum. Við veitum ekkert hvað mætir okkur. Þannig að við glímum á hverjum tíma við eigin forsendur. Og það eru alls konar. Sumar algjörlega óvæntar og aðrar spá nýjar fyrir okkur, en eitthvað sem við þurfum að takast á við. Já, leggja undir okkur til að aðstæðurnar leggi okkur ekki að velli. Þannig að glíma getur verið hörð, hún er allt, hún er alltaf til staðar. En Jesús er eins sami og hann er í þessu öllu. Og hann segir alltaf sama orðið, haltu áfram, við munum sigra þetta. Hafðu engar áhyggjur, við munum sigra þetta. Og við sigrum þetta. Og stöndum andspænis hinum megin við þetta allt saman, horfum tilbaka og við segjum, þetta var ekki neitt. Ég vissi ekki af þessu, en nú er þetta farið. Þetta er Kristur. Svona gerir hann. Við tölum hann sem brimbrjót. Og hvað er brimbrjótur? Ég hygg að menn viti hvað brimbrjótur er. Hann er eitthvað sem að þungt og mikið skellur á og klofnar á brimbrjótnum. Þannig að vörnin liggur í brimbrjótnum. Það getur verið að þú fáir eitthvað skvettur á þig af brimbrjótnum en aldrei neinar alvarlega. Allt höggið lenti og stefni brimbrjótsins. Þar klofnaði, segjum aldan. Og Kristur er þetta stefni, fremsti hluti brimbrjótsins og það klofnar á honum. Og þú ert í skjóli af vegnum af því þú ert nálægt honum. Þú
beint fyrir aftanan. En eins og við segjum, gætur samt fengið á því einhverjar pínulitla skvettur og þér finnst alveg nóg þessi skvetta sem þú fékkst, en þú sást aldrei skaflinn sem var himinn hárjafnvel og allmikill að það hefði eitt öllu í kring, en það skeði ekki neitt, að því að brumbrjótunni tók á sig höggið. 99% af högginu lent á honum og þannig erum við að tala um Krist og Kristur er í forsvari í framvarðasveit hvers kristins manns. Og svona gengur hann með okkur í gegnum lífið að því þetta er hlutverkið hans. Hann gætir hjarðar sinna, en það boðið að drottni hann skyldi gæta hjarðarinnar. Og við þurfum að gæta hvors annars. Við þurfum að vera með sjálf okkur í lagi í Jesú nafni og við gætum hvors annars, ekki með einhverjum ströngum hætti, við gætum hvors annars og þannig að við eigum að geta séð hvenær ykkur er að veiklast í trúnni og við höfum oft séð þetta, að menn er að veiklast í trúnni og þeir eru með sjálfan sig út í kanti og jafnvel allt hitt. Stundum náum við að kalla þetta fólk inn á miðjuna þar sem meira öryggi er og svo framvegis. Við erum til að gæta hvors annað, uppbera hvort annað, en við getum engum manni skipað neitt. Það er ekki mitt að við skipa einum eða neinu því að hver og einn verður að fá að velja sjálfur og sjálf það sem að vill og það líf sem að viðkomandi vill lifa. Ég get ekkert haft neitt um það að segja nema að því leyti til að ég get við þá verið þessi svo kallaða fyrirmynd. Og hver er fyrirmynd? Hver er fyrirmyndin mesta? Hver önnur en hún sem að hrópar daglega til Jesú Krist, bendir á hann í sínu lífi og segir þetta er allt honum að þakka, ekki mér, ég bara fylgi honum, ég fylgi ráðum og leiðréttingum. Þess vegna vegnar mig vel, þess vegna er ég á þeim stað sem ég er á góðum stað, með allt í kringum mig sem ég þarf að hafa. Mér skortir ekki neitt, en hver er sagan þín? Hvað er það sem þið finnst skorta? Að þú verður að svara því, en þú getur alveg verið með þá hugsun uppi að þú hafir allt, en þú gerir það ekki nema í gegnum trúna. Hún verður að vera allt í öllu eins og alltaf áður. Það er trú sem við erum að boða. Trúin er mesta aflið og öllu aflið sem við getum þekkt. Við erum alls konar isma í stjórnmálunum. Þetta er allt saman bara, ég vil nú ekki segja lágkúra, en þetta er ekkert svona sem við getum neitt treyst á, það var nú fengið að sjá. En yfir þessu gnæfi nafni Jesús, risastórum stöfum og þangað viljum við að menn blíni. Þaðan kemur afl sem heitir trú. Frá þessu nafni kemur heilagur andi og andin heila tekur sér bólfestu í þig og hann birti þér þennan himinsins kraft. Og meira, þú veist að þetta býr allt í þér. Og í þessari manneskju, og þú bendir á sjálf, þið býr allt þetta. Allt það sem Kristur er að tala, þegar hann talar um kraft og afl, þá er hann í raun og veru að tala um þetta og trúin virkjar þetta og birtið þér þetta. Við gerum þetta allt í trú og við göngum áfram í trú, skref fyrir skref og við sjáum Kristur er framan okkur og við sjáum hann sem þá þennan brimbrjót sem við vorum að tala um áðan. Við erum ekki að tala staðlösa stafi, við erum ekki að tala það sem er ekki, við erum að tala um það sem 100% er. Þetta er það sem að trúin gerir. Við sjáum að trúin er nauðsynleg og við skiljum þessi orð betur í þessu ljósi þegar orðið segir trúin sé nauðsynleg. Hún er fyrsta skrefið til að við getum séð allt þetta sem á trú kemur. Og alls konar glæsileiki rennur upp fyrir þér og alls konar líka annað sem rennur upp fyrir þér og þú veist að þetta er allt saman að trú. Fyrir trú, segir í orði Guðs, gerðu þér þetta og hitt. Það gildir enn í dag fyrir trú. Ertu það sem þú ert í dag í Jesú nafni? Fyrir trú. Þannig við sjáum að trúin þarf að vera með og trúna þarf að boða. Og það er mitt hlutverk og þitt hlutverk að boða öðru fólki trú. Það þarf ekki að boða mér trú, ég veit hvað trú er. En það þarf að boða fólki sem veit ekki hvað trú er
að trú sé einhvað sem er áhugavert að vera undir og vera í. Maður brýnir mann, maður hvetur mann, maður gerir það sem gerir alls konar, hann til að mynda boða trú. Að því trúin er honum ætluð. Trúin vex í hjartanu. Trúin er þar sem ég er, að því hún fylgir mér hvers sem ég fer. Kristur er í mér, hann fylgir mér því hvar sem ég er. Kristur fyrir sinn heilaga anda fylgir mér hver sem hann er, að því hann gaf mér andan sinn. Og andin fer ekki neitt úr hjartanu vegna þess að Kristur sett hann þar. Og þess að Kristur setur einhvers staðar, þar er það. Þannig talar orðið. Og þá stóð það þar, eins og orðið segir. Þetta er allt saman í fullu gildi og Kristur gaf þér heilagan anda og hann mun ekkert fara frá þér. Hann mun fylgja þér. En ef þú ert tekinn manneskja eins og ég veit að þú ert, þá myndu vilja virkja þetta allt saman í þér og fá þetta til að kenna þér allt það sem að Drottin vill að þú vitir. Og svo vextu ásmegin í trúnni og trúin verður þetta allt í öllu hjá þér. Og þá ert þú komin á græna grein og þetta getur gilt okkur öll. Það er engum einum gefið þetta frekar en öðrum. Við höfum þetta öll. En vandinn sá að við erum misjafnlega dugleg við að nýta okkur þessa stöðu. En við þurfum að nýta hana. Eigum að gagnast okkur. Hér er vatnið mitt. Ef ég tegi mikið eftir því og fæ mér sopa, þá er vatnið ekkert að gera það sem því er ætlað. Svona er út allt í kringum okkur. Við þurfum að tegja okkur eftir þessu og nota það. Ég eru til að mynda gleraugu mín. Og ég nota gleraugu. En ég þarf að setja þau á mig. Og ég vel sjálfur hvort ég hafi þau á mér eða ekki. En ef ég þarf á þeim að halda, þá setju þau á mig. Ég tegi mig eftir þeim, rétt eins og vatnið. Ég tegi mig eftir þessu, eins og með trúna, við tegjum okkur eftir trúnni og þá virkjast hún í okkur. Og við sjáum Jesú réttum augum, við sjáum fegurð Drottins, við sjáum aflið sem býr í honum og við vitum að þetta afl er í okkur og við getum notað það. Það er það til að nota það. En misjætt er hvað menn eru duglegir við að nýta þetta afl sem býr í þeim sjálfum í Jesú nafni. En búi mikið afl í mér í Jesú nafni, lofa ég þér því að sama afl býr í þér, þegar Kristi er ekki skipt í sundur, hann er bara Kristur. Aflið allt sem þú þarft býr í þér, af því að þú tilheyrir Jesú. Þetta er ekkert flókið. Þetta er einfalt, en við erum alltaf að flækja svo margt fyrir okkur að við náum ekki upp í þessa hugsun og hina vegna þess að stundum er hugurinn okkar svo mikill sveimhugi. Hann er hér og hann er þar, hann er út allt. En Kristurinn sami. Kristurinn sami er af engunum að trú sem að kviknar í þér. Og þú ert að segja sjálfum við þér og sjálfur sannleika því að Kristur er hinn sami. Hann er það sem þú þekkir hann og segir hann vera. En leyfðu honum að vinna í þér það sem hann vill vinna í þér, því hann vill gera verkin sín í þér og í mér og í okkur. Við erum manneskjur sem hann gaf heilagan anda á sínum tíma, mér fyrir bráðum 33 árum, kannski fékkst þú anda Guðs í gær. Ég veit ekkert það. En þú átt eftir að lifa mörg ár þá með Kristi. En árin líða og menn í trúnni á ýmsum aldri sem er búin að vera frelsaðar manneskjur alveg kannski frá því að þeir muna eftir sér. Þeir muna ekkert eftir sér neitt nema sem frjálsbornum manneskjum. Og ég segi þetta eru lukkunar fólk, slíkt fólk. En það þarf allir að súpa sína skál og hún er alls konar á bragðið. Það er engu líftið það að lifa lífinu og það mætir og það er ekki alltaf hliðholt, það er ekki alltaf sanngjarnt og þetta kemur yfir allt fólk. Ég tel að þarna sé ríki nokkuð jafnræði en mönnum finnst kannski meira á sig lagt heldur en aðra
En það held ég að sé bara afstaða manna. Það er það sem ég hef séð í þessu, að þetta er meira afstaða manna en raunveruleiki. Ég held að það sé svona svipa lagt á okkur allt, á okkur öll, en ég veit líka að flestum á okkur finnst alveg nóg sem við þurft að bera. Og það getur alveg verið sannleikur. En hvort að ég að þú sem að bera misþungar byrðar, ég tek ekki undir það. En okkur finnst alveg nóg það sem við erum að bera, sem er allt annað mál. Þarna kemur til mannlegs veikleika okkar sem býr til einhvað sem er ekki kannski alveg rétt, og þetta vitum við. Að það er ekki allt rétt, alveg 100% rétt, það er ályktanir sem við erum að draga af einu og öðru. Ekki heldur okkur sjálfum. Okkur finnst við bera meiri byrðar en aðrir. En ég held strangt til tekið að það standist varla. Og þetta tel ég vera einhvað sem að Drottinn muni opinbera okkur þegar að því kemur. Að hann er með okkur í deginum, veit af byrðunum, veit einhverjum af þessum veikleika í okkur sem á til að draga svo margt upp og draga rangar ályktanir af því sem það er að sjá og upplifa. Þetta er þekkt. Það hefur líka gerst hjá mér og ég veit að þú getur bent öllum fingurum á sjálfan þig þegar að því kemur eða þegar að þessum hlutum kemur. Og ég segi, það hefur ekki verið lagt meira á mig en þig. En ég segi líka, það hefur heldur ekki verið lagt neitt minna á mig en þig. Þannig að þetta er svona jafnast allt saman út. En eins og við vorum líka að tala um áðan, þá finnst okkur alveg nóg það sem við sjálf þurft að bera. Alveg nóg. Við vitum svo margt sem getur gerst. Við vitum að þegar við lendum í einhverju, þá bregðust við mjög misjafnlega við þeim. Oft alveg kolrangt. Við stökkum upp á nef okkur ef ykkur mótbyr er. Og gerum að við stökkum upp á nef okkar hlutina miklu verra en við nokkuð tíma þurftu að vera. Þetta er maður. Þetta er maður sem ég segjum þarf að horfa til Jesús og kalla eftir visku. Og hvað oft hefur við ekki kallað eftir visku frá Drottni. Hvað oft hefur hann ekki gefið visku frá sjálfum sér og við höfum komist yfir eitthvað tugarvíl og þá sjáum við alltaf að mynd. Já, þetta var ekki svona slæmt eins og mér fannst það. Er þetta ekki sagan okkar allra? Það er að segja, ef við höfum fengist þess að koma okkur á þann stað þar sem þessi hugsun yfir höfuð er möguleg. Það er ekki nokkulega að reikna mann út. Við vitum þetta og Drottinn veit það líka. Og það skal vera styrkur minn og þinn í dag að hann veit það líka. Og þetta er það sem hann er að vinna með. Frá degi til dags, allan tíma sem að ég og þú erum á lífi, á þessari jörð, þá er hann með þetta alveg á hreinu. Og er þetta ekki góð vitneskja? Er ekki verið að boða góðan boðskap? Boðskap sem tekur engan enda. Hann mun halda áfram, hann mun ganga með þér. Og þú mun þurfa á þess að halda að heyra þetta. Já, í þessum degi, rétt eins og í gær. Þetta er Kristur. Þetta er Kristur sem breytir sér ekki, sem er það sem hann segist vera og verður áfram það sem hann segist vera. Það er engin bilbugur á honum og ekki heldur hafa bilbug á þér þegar þú gengur veg trúarina. Það ráðum við svo miklu, það ráðum við öllu. Við getum verið eldhugar. Að við höfum verið á þeim stað þar sem Kristur hefur fengið að vera það sem hann er og hann er eldurinn. Séum við með Krist á réttu staði hjá okkur sjálfum, þá logar þessi eldur. Þá sjáum við hann sem brimbrjótin. Þá sjáum við fótspor hans og við segjum við þurfum að vera þar. Við þurfum að vera sem nálægt á næstónum vegna til að vera í skjólinn af honum. Hann býður þetta, hann er þetta, hann stendur við þetta. Þetta er eitt af því sem trúin vill segja okkur. Þetta er eitt af því sem trúin vill kenna okkur. Að Kristur er þetta. Hann er raunverulegur. Hann er vörn, hvort sem er fyrir mig að þig. Alltaf, ekki bara stundum, endurum og sinnum. Alltaf
hverja sekundu allt okkar líf. Ég spyr nú bara hver býður betur. Ég get ekki boðið neitt af þessu. Svona fyrir, af mér sjálfum. Það er eina sem ég get gert, það er að segja þér frá Jesú og segja þér hvernig hann vinnur og líka að hann vil gera allt þetta fyrir þig sem trúin segir hann vera. Og þú getur fræðst þetta allt saman í orði Guðs. Og það er eitt af því sem við hvetjum. Við hvetjum til orðs Guðs og við vitum hvað orð Guðs er. Það er í Biblíunni, það er í Nýja testamentinu sem ég veit að kristinn maður og kona á. En ég veit líka misjafnt hvað menn eru upptekni við þau fræði. Og það er líka eitt hvatningarefnið. Verum duglega þar. Gerum það að okkar svona haldreipi í lífinu því að við munum þurfa á því að halda. Því að orðið byggir utan alla okkar trú. Orðið hvetur okkur að trúar verkonum, að augliti Jesú Krist, að hrópinu til hans sem bænheyrir og gefur okkur það sem við þurfum umfram allt styrk til þess að ganga gönguna frá klukkutíma til klukkutíma. Oft er það nú þannig að við þurfum á þessum klukkutíma halda fyrir okkur sjálf því að það verður eitthvað veiklast í okkur og við erum að reyna að rísa upp úr því og þá höfum við þessa leið, það er að hrópa til drottins og taka skjögrandi skrefin áfram og svo styrkjust við og svo eru aftur komnir í eld trúarinnar og sumir haldast bara þar en það er allur gangur á því hvað menn gera. Þetta er hvatningin, höldust það sem eldurinn logar, trúar eldurinn, því okkur er boðið það, við getum verið undir þessu, en mitt er valið. Þessi valkostur verður aldrei tekið frá mér, því hann er minn. Og það er það sem að Drottinn vill tala við okkur í dag, að valkosturinn er minn. Þessi dagur er uppi, hann er nýr dagur, hann hefur aldrei verið áður, en valkosturinn er minn. Ég ætla að velja Jesú, en ég er bara einstaklingur sem vel að velja Jesú. Ég get hins vegar hvattir til að velja sama, en þú verður að taka ákvörðun að gera það. Því að þú ert einstaklingur, manneskja, sköpuð manneskja á sérstakan hátt frammi fyrir Guði, með allt í þér sem ég hef og ég get valið, þú getur valið, ég valdi Jesú, ég vil að hann þjóni mér og ég þjóni honum, þú gerir það sem þú vilt, en ég get hvattir til að velja þessa leið því að þetta er leið viskunnar. Er það fyrir mitt líf, mun líka vera það fyrir þitt líf, en þú er að gera þetta í trú. Ég á trú og hún nægi mér, en þú þarf líka að eiga trú sem mun þá nægja þér. Þetta snýst allt trú og við segjum aftur, trúin er nauðsynleg og við sjáum að trúin er nauðsynleg. Að þetta er ekki bara orð sem standa á blaði, þetta er raunveruleikinn sjálfur sem þarf að vera yfir mér og í mér og ég þarf að vita skinn á hvers vegna er sögð og hvers vegna er þetta sagt. Vegna veikleika míns er þetta sagt. Ég sé afl í trúnni. Ég sé veikleika búa í hjarta mínu. Og nú erum við að tala sjálfið, mig sjálfan, sem manneskju. En samt er ég ekkit aumari öðrum mönnum. Það snýst ekkit það. En aflið mitt liggur í trúnni á Jesú Kristi. Og sé hún uppi, þá skulu andafur og vonskunnar gæta sín. Og þetta vita þær. Þær gæta sín. Það er nú þannig. Þannig við sjáum að við erum að fá enn eitt kjarnyrtan boðskap í dag, en ég veit ekki hvað klukkan er, ég veit að við erum öll orðin leið og þessu tali í manninum hann veit ekki hvað klukkan er. En hérna, ef ég ekki segja þetta bara gott í dag, ég held að sé komin einhver góðu tíma á þetta. Og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram og ég hveti kæri vinnur og vinkona biðjum saman fyrir þessu efni. Í Jesú nafni.